Nýfrjálshyggjan ekki bara efnastefna, heldur nýfrjálshyggja líka breytt manngildishugmynd sem kom fram svona kringum 1980. Og hún fólst í því að okkur væri ómögulegt að berjast fyrir annarra manna hag. Nýfrjálshyggjumenn grófu undan trú okkar á opinberri starfsmaður að vera að vinna fyrir okkur og sögðu að hann gæti ekki unnið fyrir aðra en sjálfan sig, og sama með verkalýðsfélögin. Hver getur unnið fyrir hagsmuni annarra? Fólk alltaf að hugsa raskati á sjálfum sér. Þetta grundvallaratriði í nýfrjálshyggjunni. Okkur sé ómögulegt að hugsa annarra hag, við hugsum bara raskati á sjálfum okkur, og ef allir gera það á frjálsum markaði þá muni rísa upp á milli okkar stórkostlegt samfélag. Þetta gerist ekki. En þetta hafði líka áhrif á mannúðarbaráttuna og mannréttindabaráttuna. Hún tvístraðist og hver fór að berjast fyrir sinn hóp. Konur börðust fyrir sínum réttindum, samkynhneigðir fyrir sínum, svartir í Bandaríkjunum fyrir sínum, fatlaðir fyrir sínum, og við mistum trú á því að ég geti til dæmis barist fyrir kvenréttindum eða réttindum fatlaðra eða svartra vegna þess að ég bara hvítur miðaldra kall. Þetta leiddi til þess 2016, þegar Trump vann forsetakosningarnar, að þegar hann skipaði ríkisstjórn, þá skipaði hann bara feita, hvíta, sterkefnaða kalla í öll embætti. Ástæðan sú að þegar mannréttindabaráttan tvístruð og hver bara að berjast fyrir sínum hagsmunum og sínum réttindum, að þá vinnur sterkasti minnihlutahópurinn. Og sterkasti minnihlutahópurinn sá sem á mesta peningin, og það eru hvítir, ríkir, feitir, miðaldra kallar. Stofnun Sósíalistaflokksins snýst það að við tökum höndum saman. Þeir sem að berjast fyrir réttindum kvenna, þeir sem að berjast fyrir umhverfismálum, þeir sem að berjast fyrir réttindum samkynhneigðra og transfólks, þeir sem að berjast fyrir réttindum fatlaðra, að við tökum saman höndum ekki fyrir að berjast hvert fyrir annarra málefnum, heldur tökum höndum saman og berjum saman í einni sameiginlegu baráttu sem það að allir eigi rétt á mannsæmandi lífi, færa völdin til fólksins og taka völdin af kapitalistunum, af auðvaldinum, sem það fyrirbrigði sem stendur í vegi fyrir því að kvenfrelsisbaráttan muni bera sigur á bítum, að umhverfisbaráttan muni skila árangri, að frelsisbarátta samkynhneigðra muni skila árangri, að barátta fatlaðra muni skila árangri, og svo getum við haldið áfram endalaust. Það mikilvægt í allri baráttu að berjast hart fyrir sínum málefnum, en það enn mikilvægara að taka líka þátt í sameiginlegri baráttu til að fella sameiginlegan óvin. Því að við erum öll að berjast við sameiginlegan óvin, þó svo að kúgun hans birtist okkur á mismunandi hátt eftir hvar við erum stödd.